Nú ætla ég að benda þér á nokkra hluti sem gott að hafa í huga þegar þú setur upp ritgerðina. Þú þarft að byrja á því að velja þér leturgerðina, það er Arial eða Calibri og það á að vera í 12 punktum. Og passa það að setja línubili strax í 1,5. Þú skrifar nafn skóla, námsgrein og kennarana hérna efst vinstra megin á forsíðuna, síðan nafnið á landinu fyrir miðju og hérna ferðu hérna vinstra megin í miðju og svo hægra megin. Ég ætla að setja inn mynd og ég er búin að finna mynd hérna. Og þá hægri smelli á myndina, segi Copy Image og ég geri bara Ctrl og V. Þá hleðst myndin upp og ég get stækkað myndina eins og ég vil og myndin er alltaf í miðjunni. Síðan þarf ég að setja hérna dagsetningu og það er bara skiladagsetningin 4. apríl og svo settu nafnið þitt og bekkinn. Ég er búin að setja inn blaðsíðutalið og hérna kemur því miður blaðsíðutalið á forsíðuna, það verður bara að hafa það. Við setjum blaðsíðutalið með að fara hérna í Insert og Page Number og Bottom of Page. Ég set efnisyfirlitið á fyrstu blaðsíðu og þegar ég vil fara yfir á næstu blaðsíðu þá ýti ég á Ctrl og Enter. Þá fæ ég nýja blaðsíðu. Og allar fyrirsagnir ljóma ég og set í heading 1. Það er svo að ég geti valið sjálfvirkt efnisyfirlit. Þá er ég staðsett hérna, fer í Insert og Table of Contents og þá fæ ég efnisyfirlitið og ef ég ætla að bæta við ritgerðina eftir ég geri þetta að þá ýti ég bara hér á til að uppfæra efnisyfirlitið. Og athugið að þetta er rafrænt skjal, þannig að efnisyfirlitið er rafrænt. Það koma ekki punktalínur og svo blaðsíðutalið hér eða blaðsíðurnar hérna. Heldur er þetta þannig að maður getur smellt á til að fara yfir